hvaða ár greindist hann með? Hann greinist hausti 2016 og svo deyr hann 2 árum síðar. Já. Voruð þið úti þegar? Nei, við vorum flutt til Íslands aftur, já. Og hvað, bara svona fyrir þá sem að ekki vita, hvernig krabbamein var hann með? Hann var með krabbamein sem fremur sjaldgæft og ég held að það sé svona kannski 1-3 á ári sem að greinast með þetta á Íslandi og þetta gallganga krabbamein. Já. Og það því miður þeirra náttúru að það uppgötast yfirleitt ekki fyrir en að það orðið allt og seint. Að það kemur í ljós og þetta var nú þannig að við sátum á sundarsmotni og vorum að drekka kaffi og það tók ég bara eftir því að hvítan í augunum á honum var bara alveg skærgul og ég sagði, Steppi, hvað þetta með augun á þér? Og hann fór í speilin og þau voru alveg skærgul, svona alveg minions gul. Já. Og hann dreif sig upp á bráðamóttöku þarna morguninn og svo fljótlega kom í ljós hvers kyns var. Og þetta ekki mikið rannsaka krabbamein vegna þess að svo fáir greinast með það. Já. En það því miður þannig að það bara langflestum tilfellum dregur fólk til dauða. Og það vissum við mjög snemma. Já. Hvernig fannst þér hann bregðast við fréttunum eða þið bara? Nei, ég meina, þetta náttúrulega bara eins skelfilega fréttir eins og hægt að fá. Og kannski sérstaklega erfitt fyrir svona ungan mann. Hann var náttúrulega bara 41 árs þegar hann greinist og hann 43 ára þegar hann deyr. Og hann var með mikið af fyrirætlunum og plönum og alls konar hlutum sem hann langaði til að fara að gera. Þannig að það náttúrulega strax stórt skarð og svona, þú veist, það bara sett upp rosalega stór hindrun strax inn í lífið og hann tók þá afstöðu að vilja raunverulega svona halda í vonina og gera allt sem hann gæti til þess að svona lengja líf sitt. En þetta var náttúrulega, hann átti bara við ofurefli að etja, þannig að þetta var mjög erfið barátta og hann var ósáttur við þetta, auðvitað. Að samaskapi vildi hann líka vera opinskár í umræðunum þetta og hann vildi svona stinga á þessu tabúi sem sjúkdómar oft eru og vildi ræða það opinberlega og það var ekkert alltaf auðvelt fyrir okkur fjölskylduna hversu opinskár hann var en ég segi bara, ég held samt sem áður að svona ef við tökum mig og börnin út fyrir sviga þá held ég hann hafi gert töluvert gagn með því að vera opinskár með sín veikindi vegna þess að því miður það þannig að heimurinn okkar þannig að allir eiga að vera svo hraustir og heilbrigðir og alltaf að vera svo frábært en lífið býður okkur líka upp á alls konar mjög erfiða hluti og ég held að það sé okkur öllum holdt að vera minnug þess að þú veist, lífið getur breyst í einni svipan. Já. Og það var kannski það sem var svona stærsti skólinn fyrir mig að svona fram að þeim tíma þá hafði ég staðið þeirri meinvillu að svona ég væri einhvers konar strætóbílstjóri í eigin lífi en þegar að svona kemur upp á þá fattar maður auðvitað og það, þú veist, ætti ekki að þurfa að eitthvað svona hræðilegt eins og svona sjúkdómsgreining komið til, en maður áttar sig auðvitað á því þegar maður í þessum aðstæðum að í rauninni ræður maður aldrei ferðinni. Nei.